Það komið að neytendamálum og þá Benjamin Julian, verkefnastjóri í verðlagseftirliti ASÍ, Alþýðusambandsins. Hvað segir ASÍ að Alþýðusambandið? Það bara fer eftir hvað ég hef mikinn tíma. Mér skemmtilega að segja Alþýðusambandið. Já, Alþýðusamband Íslands jável. Já, mér finnst það skemmtilega. Alþýðusamband allra landsmanna. Herðu, Stefán Ólafsson var hérna í viðtali í síðustu viku og vorum að tala svona hvort að hefði haldið þess forsendur sem voru lagðar inn í kjarasamninga síðustu áramót. Og ég ætla kannski ekki að bera það undir þig, en eitt af því sem hann sagði að það hefði verið viss vonbrigði að hann hefði svona talið það að SA og fleiri myndu vera með svona þrýsting á sína félagsmennum að halda aftur að vera þækkunum og bara hefðu ekki bara séð það. Hvað þú ert alltaf að skoða verðmið og svona, það þannig að verðhækkanirnar eru bara á blússi? Þær eru ekki lengur á blússi, þær litu út fyrir að vera það í júlí, en síðan þegar við gaumgæfðum hvað var að gerast, þá var það eiginlega bara samkaupsbúðirnar sem voru að hækka og hinar voru bara á mjög svipuðum takti og mánuðina undan. Og svo í ágúst þá bara hægir hreinlega á hækkunum og í einhverjum tilfellum þá... Og þá ertu fyrst og fremst að tala matur? Já, matvöru. Þú ert ekki að tala flugföru, fargjöldin eða trygging? Nei, ég hef ekki skoðað flugföru mikið. En það líka dálítið erfitt að bera þau saman mánuð til mánaðar. Það þarf eiginlega að gera árlega samanburð og þá bara allt eins gott að skoða hagstofutölunar, sko. En matarkarfan, það leit út eins og var að hækka en það var fyrst og fremst út af hækkunum hjá samkaupsbúðunum sem eru hvað Netto og kjörbúðin og krambúðin Æsland. Þau stukku upp í júlí og svo bara duttuðu niður aftur. Það var mjög góð spurning og ég var forvitin að heyra frá forsvarsmönnum samkaupa hvað gerðist þarna. En síðan stærðuðu þau sig á því núna í ágúst að hafa lækkað verð. Þannig að þeir hökkuðu til að lakka, eins og ég bara þori ekki að segja. Það var allavega það sem gerðist. Þau stukku upp til að lenda aftur. Já, en það sem að þú sérð það að innkoma prís inn á markaðinn að leiða til lækkunar. Hún svona taumhald allavega. Það er eins og þegar við heyrðumst þetta síðast, þá nefndi ég til dæmis áhrifin sem svona verð aðhald eins aðila getur haft á verðin hjá hinum, sem þegar að ein verslun ákveður að hækka ekki eitthvað sem hefði léttilega geta hækkað þann mánuðinn, þá bindur það dálítið hendur þeirra sem þykjast þeir í samkeppni við þá. Og maður reiknar með því að Bónus muni hugsa sér tvisvar ef að þau ætla að hækka verð á einhverjum vörum núna þegar þau eru komið með einhvern undir sig í verðlagi. En þessi innkoma prís, þú ert nú ungur í starfi til þess að muna eftir innkomu Costco. Þegar Costco kom inn þá var það í mörgum vöruflokkum bara 25% ódýrara og það var svona að þeir bara fóru mjög lágt undir og áhrifin voru þau og ég man að þegar menn voru að fylgjast með þessu, það var ekki sjá að hinn færu niður að þetta var bara svo neðarlega, sko. Þetta var ofneðarlega. En prís ekki svona... Jú, í sumum tilfellum. Það eru sumar vörur þar sem að allavega síðastir í gáði borgaði sig ennþá að fara upp í Kópavog til að kaupa sumarvörur en þar aftur kemur inn að mögulega voru þau bara að borga með líka og það eitthvað sem að markaðsráðandi aðalar geta ekki lyft sér. Þeir eru ekki markaðsráðandi, þeir eru bara alls ekki markaðsráðandi. Enda geta þau það en ekki Bónus. Bónus má í sumum tilfellum ekki svara þeim. Gerir maður ráð fyrir náttúrulega eftir því hver í aðeirinn þeirra en við tókum eftir því að það einhver verð það sem að þau reyna að keppa og önnur það sem við gera bara ekki. Ok, en ef ég vil vera Haxan húsmóðir, hvar get ég fengið upplýsingar hvaða vörur þetta eru? Sem ódýrari. Sem ódýrari þar, þannig ég fari ekki hérna upp yfir eða í Kópavoginn og takki svo körfu og það bara engin af þessum vörum sem eru 25% ódýrari í bara 1 krónu ódýrara kannski. Akkurat, það náttúrulega búið að nefna einhverjum af þeim í fréttum, ég ætti kannski bara að gefa út lista. Já, ég myndi það. Ég myndi hafa mynd af því hvað það í búðinni, sko. Já, þannig maður gæti bara farið inn og tímt þessa vörur út. X marks the spot. Það sem hægt samt að gera alltaf og allstaðar að fara á verðlagseftirliti.is og bara fletta upp vörum og sjá hvort þær vörur sem maður hefur áhuga á séu nægilega ódýrari í prís til þess að skutlast þangað. En appi sem að þú bjóst til og heitir Prís, það mun fá mjög svipaða virkni bara innan nokkra vikna. Það verið að vinna í því að setja leitarvél þar inn líka. En ætlar að nota nafnið eða ætlar þið að nota nafnið? Það gengur ekki, það alveg ómögulegt. Þetta bara ruglandi, sko. Já.
þau þurfa bara að hafa það. Við fáum eitthvað flott, betra nafn, við fundum þetta nafn og okkur fannst það mjög gott og nú ætlum við bara að gera eitthvað ennþá flottra. Og þá það að hugsa að ég get setið heima og ég get flett og skoða svona eitthvað sem ég hugsa að kaupa og hvað það ódýrast. En líka ef ég út í búð þá gæti ég... Þá getur þú uppfært verðið og sér það að við séum með gömul verð á skrám. Og jafnvel kannski bara bætt við einhverju verslunum. Eins og nefnir, við höfum fylgst mikið með matarkörfunni undanfarið ár en það vegna þess að við höfum verið að þenja dálítið út kvíarnar sko, í því hvernig við erum að framkvæma eftirlitið. Fjölga vörunum, við erum í rauninni með alla matvörunum. Það var svolítið svindlað á ykkur sko, þegar við voru ekki svo margar, það var ykkur verðsamkeppni í þeim og svo var bara okrað öllu hinnu. Það var mjög allavega auðveldara. Það voru náttúrulega einhverja leynilegar körfur þar sem var hrært til í úrvalinu þannig að það var ekki alltaf hægt að komast undan því sko. Og það ekki eins og þessi risastór munur núna þegar við erum með allar vörurnar undir miðað við niðurstöðurnar sem við vorum að fá áður. En við erum allavega með mjög traustar niðurstöður núna og núna þegar það komið virkar bara prýðilega og það komið en góð rútína á það þá höfum við alveg áhuga á að skoða aðra markaði. Verðið ekki varfið svona aukin áhuga almennings á þessu og það hluta til að þið standi ykkur ágætlega en hluta til það að bara kaupandarítunum svo mikil að þetta bara skipta svo miklu máli fyrir fólk að láta ekki ógrá sig sko of auðveldlega. Það er ekki að furða eftir 2 ára verðbólgu þá sé fólk orðið frekar þreytt á þessu sko. Og það eitthvað við það að sjá bara verðið hækka í hvert einasta skipti. Þegar við náttúrulega komum úr lágvaxtatímabili þar sem að var stöðurleiki af einhverju sort nema kannski á húsnæðismarkaði þannig að það var svona efnahagslega kyrrkjör þannig séð miðað við allavega það. Og bara ágætiskjör vegna þess að vaxtagreiðslurnar lækkuðu. Akkurat, ég meina á þeim endanum alveg virkilega sko og það sem að gerist á núna þegar verðbólgan tekur svona stökk að eftir að hafa orðið góðu vön hvað varðar það að geta bara svona munað frá því í fyrra hvað verðið var á nýmjólk þá núna allt í einu komið bara þú bara þarft næstum því að teka í hvert skipti sem þú ferð út í búðina. Ég nefnilega að heyra það svo mikið af fólki að það bara allt í einu vaknar upp að það eru bara breytta forsendur sko þegar vextir eru orðnir svona háir sko. Já og það náttúrulega líka að það kreistir náttúrulega það sem maður hefur eftir sko. En ekki að fara í gang útsölur núna á... Herði, það eru útsölur alltaf í gangi. Það og við erum með sem sagt, við erum að safna rosalega mikið, nokkur 100.000 verðum á dag úr öðrum verslunum heldur en matvöruverslunum. Nokkur 100.000 verðum á dag utan matvörunar. Nokkur 100.000? Nokkur 100.000 verðpunktar frá því fyrra. Bara á netinu. Og það eru vefverslanir þar sem við erum bara að fylgjast með og erum að athuga hvað að gerast og bara erum með þessi gögn núna 1 ár aftur í tíman í mörgum tilfellum og við erum að vinna í því að annars vegar náttúrulega að bæta aðgengi að þeim þannig við getum gert eitthvað við þau en við erum líka að horfa á hvernig fólk að leika sér með útsölur og það náttúrulega bara megin sem... Þið bara lesið bara vefsíður verslananna og eru bara með sílestur á þeim. Já, ég held að það verið 300.000 verði í gær sem við tókum inn. Og þetta eru dagleg verð sem við tökum. Þannig þeir eru konið bara einhverjum maskínu sem að vera að lesa þetta linnlaust. Í lok tímabilsins á takið í þær vörur sem að ganga gegnum allt tímabilið og þá getur þú bara sagt hvernig verði var í þessari verslun. Og þetta mun leyfa okkur líka að skoða þegar við höfum flokkað þetta allt, það náttúrulega stóra vinnan í þessu. Þegar við höfum flokkað þetta allt þá munum við geta breikkað körfun okkar og vísitölurnar sem við erum að búa til. En það sem við sjáum strax... Svo kemur að ég ætla að segja með einhverju frétt. Ég ætla bara aðeins áður. En þetta bara það sem til sölu í vefverslunum. Já, ekki í sömu tilfellum annað verði í vefverslunum heldur en í búðinni? Það spurning. Sko. Ég ætla ekki að fullyrða það hér og nú og það líka ein af ástæðunum fyrir því að við erum forvitin með þessa viðbót þegar að fólk mun geta tékkað sjálft á verðunum í verslunum með prís og geta skráðu sjálft inn. Þá munum við byrjað að geta gert svona samanburði. Með prís sem að áður var kallað prís en mun heita X. Appið okkar. Já, einmitt. En það sem sagt, hugmyndin þar náttúrulega, ég meina ef að þetta allt vefverslanir það sem hægt að kaupa inn hluti en það væri náttúrulega frétt í sjálfu sér bara ef að vefverslunni væri með önnur verð sko. Ég meina, og einhverjar verslanir eru bara vefverslanir og hafa verið í körfunni okkar lengi eins og heimkaup. Og en við höfum ekki séð merki að það séu önnur verð
eða misjöfn verð hingað til. Ok, en með því að nota þessa græju þá hafið þið komist að útsölunar eru kannski ekki allar útsölunar? Nei, það eru einhverju verslanir sem að bara gera þetta sem að hringla með verð næstum því daglega og þau færa verð upp og niður dag fyrir dag og stundum hafa verðin sem að eru kölluð listaverðin eða fyrra verð í útsölunni eru bara færið upp í einn dag til þess að geta síðan kallað. Það var aldrei verið til? Já, eða bara í einhverja klukkutíma og það er tilfelli núna með til dæmis, sá ég í Blómavali að það er hægt að kaupa á 50% afslætti einhver blóm þar en 50% afslætti miðað við verð fyrir 10 vikum sem er miklu lengra tímabil heldur en maður ætti að kalla þegar þú getur ekki selt vöruna ekki einu sinni afsláttarverði eftir 10 vikur þá er það bara nýja verðið á henni. Þetta er bæði hagfræðilegt og almenn skynsemi bara þetta er ekki hún er bara ekki svona verðmæt. En er þetta bannað? 6 vikur er viðmiðið hjá Neytendastofu og í reglugerðum. Og það er undanþágurnar eru mögulega eitthvað tengdar því að ef þú hækkar verðið og einhver kaupir vöruna, eitthvað flón, kaupir sem að þú hefur platað, kaupir vöruna á hærra verðinu þann daginn, þá er hægt að segja að það sé fyrra verð vegna þess að það er sannanlega fyrra verð og einhver keypti það. En ég sá þessi blóm í Blómavali voru fyrir 10 vikum síðan, einhvern tímann í júní voru þau seld á einhvern, ég man ekki hvað það var, 4.000 kallið eitthvað og svo lækka þau aftur og svo hækkuðu þau fyrra dag í einhverja klukkutíma og svo eru þau núna aftur komin á það sem þau kalla. En er ekki blóm svona seasonal? Er ekki eðlilegt að þau séu dýrari off-season og svo kemur season? Já, kannski ekki í einn sólarhring. Season er ekki svo ofsalega stutt. Þetta má ekki? Já, ég myndi segja að þetta sé allavega vafasamt og það hafa náttúrulega fallið einhvers konar úrskurðir hjá Neytendastofu hvað má og hvað má ekki í þessu. Þeir eru flóknir og þetta er náttúrulega lögin setjaði með einhvern ramma. Það eru í Evrópu miklu strangari lögum þetta þar sem að afsláttarverð verður að vera þú þarft að miða það við lægsta verð síðustu 30 daga og það myndi ekki ganga til dæmis á þessum Blómavalsútsölum sem er í gangi núna. Það var lengi vel búð á Times Square sem var rýmingasala alltaf að seljast 80% afsláttur. Þegar ég spurði ekkert tímann að þessu og þá var sagt að hún hefði búin að vera allavega í 10 ára þessi búð. Já, akkurat. Útsölubúðin. Útsölubúðin. Manni líður stundum þannig þegar maður skoðar þessi gögn. Það er bara alltaf og það er í Kringlunni eru líka verslanir sem að þykist alltaf verið útsölu. Sem að eru alltaf með eitthvað á útsölu og nota bara beita öllum bröðum til þess að geta alltaf kallað útsölu. Það sem að heilræðið sem að kemur úr þessu, ekki horfa á prósentuna, hugsaðu bara verðið út af fyrir sig og ákveðdu út frá því hvort að það sé eitthvað sem þú myndir vilja borga fyrir vöruna. Það er verið að plata fólk með þessu. En af hverju er ASÍ í þessu? Einhvers staðar í Skandinavíu væru ríkisstyrt neytendasamtök í þessu? Sums staðar væru bara opinberar stofnanir í þessu? Neytendastofa hefur það hlutverk að fylgjast með þessum líka. Hún tekur við ábendingum og við höfum alveg sendið einhver ábendingar til þeirra. Og það hvernig þau afla sinna gagna er bara eitthvað sem ég veit ekki. Ég veit bara að þau ég held að þau séu ekki með jafn breiða dekkun á bara vefverslunum eins og við erum með til dæmis. En það er náttúrulega þar sem er auðveldast að komast að þessu. En þú upplifir að þetta sé mikilvægt sem er að gera? Þetta hafa áhrif? Ég held að við séum rétt að byrja á því sem er mikilvægt að gera, sem er að fyrirtæki sjáu sér ekki hag í því að bara plata fólk. Það er verðlagseftirliti hefur styrkst mjög mikið í því að geta í þessari breiðu körfu og geta búið til svona tiltölulega sterkar vísbendingar hvert matvælaverð er að fara og núna erum við byrjuð að geta svona með þessari þykku gagnasögur sem við erum komið með nú munum við verða mikilvæg. Og svo maður tekið eftir því að fyrirtækin eru hætt eiginlega að andmæla þessu eins og var kannski árum áður. Það var alltaf veffengja könnunni, hvernig var þessi könnun gerð eitthvað svona láta eins og það væri eitthvað óeðlilegt við könnunna. Ég hef ekki heyrt það eiginlega í nokkur missir. Nei, ég meina jafnvel þegar við erum að fara inn í verslanirnar að taka verðin þar sem við þurfum að gera þetta handvirt í einhverjum skilningi, þá erum við með núna myndir á bakvið þetta líka og rafræn gögn sem að undirbyggja allt sem við gerum.
þetta er allt staðfestanlegt. Herðu Benjamin, þú ætlar að koma hingað í framtíðinni að ræða neytendamál og þú ætlar að fara í frí, þannig að það verður einhverju vikur þangað til þú kemur hérna næst. Akkurat. Takk fyrir að koma í dag. Takk. Takkina. En ég sitt hérna áfram og ætla að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Það getur þetta verið að kæmi ykkur hérna með næsta viðtal, ég bara veit það ekki, það kemur verið í ljós, sitið og sjáu til og hingrið. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.